En þau umhverfismerki sem við höfum verið að halda á lofti hjá Umhverfisstofnun eru þessi 3, norræni svanurinn sem að Umhverfisstofnun sér og svo Evrópublómið og blái engillinn. Og ástæðan fyrir því að við höfum haldið þessum 3 merkjum á lofti að því að þetta ræður svolítið að því hvaðan við erum að flytja inn vörurnar okkar. Og á Íslandi þá aðallega innflutt frá Evrópu og frá Þýskalandi. Þannig að þetta þær merkingar sem við sjáum langmest á okkar vörum hér. En þessi áreiðanlegu umhverfismerki þau eru í rauninni hátt í 30 talsins sem eru vottuð af ISO 14024 og sem við kallum þessi tegund 1 eða típu 1 merki. Og það þýðir rauninni að það frjáls þátttaka fyrirtækja, það að segja löndin ekkert að þrýsta neinum út í þetta, þannig að þetta þau fyrirtæki sem vilja skara framar og vilja standa sig betur í umhverfismálum. Og þetta eru einnig við sem eru þróið af sérfræðingum, þannig að það eru sérfræðiteymi í Skandinavíu til dæmis fyrir Svaninn sem eru með sérfræðingum í hverjum vöruflokki og þróa þá sérstaklega viðmið fyrir þann vöruflokk. Og þessar kröfur fyrir þessi sértæku viðmið eru svo endurskoðuð reglulega og hert á nokkur ára fresti. Og ofan á þetta þá í öllum löndunum umhverfismerkisráð sem að í rauninni tala svolítið við atvinnulífið, þannig að það rauninni svolítið filter þegar það eru gefin út ný viðmið að þá fer það í gegnum umhverfismerkisráð hvers lands og þar í rauninni samtali við atvinnulífið og til dæmis umhverfismerkisráði Íslands sitja samtök iðnaðarins, samtök verslunar og þjónustu og fleiri, þannig að það sé góð samskipti við iðnaðinn. Svo er ferillinn og vottunarferli allt saman tekið út á óháðum aðila og á Íslandi það Umhverfisstofnun sem sér Svaninn. Nú þessi áreiðanlegu umhverfismerki eru lífsferilsmerki, þannig að við skoðum allan lífsferil vörunar og það eru auðvitað til aðra merkingar sem við köllum svokallaðar hlutamerkingar sem til dæmis FSC-vottun sem rauninni timbur úr sjálfbærum skógum en vottar eingöngu þá hráefnishlutan en ekki hvað gerist þá eftir að timbrið tekið úr þessum sjálfbæra skógi. Á meðan að þessi típu 1 umhverfismerki skoðir rauninni allan lífsferilinn, þannig að það skoða hvaðan hráefni kemur það sjálfbærum og góðum og öruggum uppruna, hvernig framleiðsla vörunnar, hvernig eru aðstæður vinnufólks, hvernig loftræsting og slíkt. Neyslan, hvernig hagar varan sér þegar við notum hana, til dæmis þegar við erum að mála vegginn hjá okkur, hvaða efni það sem að losna út í inniloftið og við erum kannski að anda að okkur, við viljum auðvitað lágmarka skaðleg efni þar og svo förgun og endurvinnsla. Þannig að við viljum einnig leggja áherslu á það að afgangurinn af vörunni sé skila á rétta staðinn sem málningu að það fari þá í spilliefnamóttöku og einnig að þegar við erum að skola penslana til dæmis að það efni sem að fara út í umhverfið að það sé ekki eins mikið af skaðlegum efnum eins og öðrum efnum. En hér á Íslandi erum við með 40 íslenska leyfishafa. Þetta endurspeglar bara þá leyfishafa sem við höfum vottað hérlendis en ekki að við erum að flytja inn gríðarlega mikið af magni af vörum. Þar sem að Íslandi kannski ekki að framleiða neitt sérstaklega mikið af vörum. Og eins og ég sjá á þessari mynd þá er kannski aðalfókusinn verið á þjónustufyrirtæki, þannig að við erum með prentsmiðjur, hótel og restiþjónustur og þetta hlutfall ræðst líka því að ríkið hefur sett inn í opinberu innkaup að fyrirtæki skuli vera með umhverfisvottanir, allavega í þessum flokkum. En við erum að sjá núna undanfarin ár aukna eftirspurn og áhuga hjá fyrirtækjum í vöruframleiðslu og Undri sem búin að leyfishafa hjá okkur lengi til dæmis með penslasápunni sína votta og nokkrar aðra vörur. Og svo fengum við tandurinn á síðasta ári og málningu sem við heyrum betur frá á eftir. En þetta þær 2 byggingar sem eru vottaðar hérlendis. Visthúsið á Brekkugötu 2 í Urriðaholti sem fekk vottun 2017 og við heyrum betur frá Finni á eftir.
og svo það IKEA-blokkin svo kalla sem að fekk núna afhent sitt leyfi bara í síðasta mánuði. Þannig að við erum að sjá gríðarlega breytingar í þessum byggingageira, við erum að sjá aukinn áhuga, þannig að þetta eru gríðarlega mikilvæg skref til þess að ýta markaðnum í rétta átt. Nú kröfur fyrir byggingar skiptast kannski svolítið í almenna kröfur og svo gæðakröfur sem að snúa meira að fyrirtækinu sjálfu, hönnunarferlinum og svo verklagi og innra eftirliti fyrirtækjanna og það gríðarlega mikilvægt að ef að þá ráðast í nýbyggingu að það sé tala við okkur algjörlega frá upphafi þar sem að hönnunarforsendurnar þurfa að vera til staðar áður en og við þurfum að samþykkja hönnunarforsendurnar áður en að það ráðist í bygginguna. Það einnig skoðuð orkunýtni byggingarinnar og orkunotkun á Íslandi kannski eitthvað sem hefur ekki verið mikill fókus á en við viljum engan síður ekki vera orkusóarar. Þannig að við gerum kröfu á því að sandsótabyggingar hafi lægri orkunotkun heldur en það sem gengur og gerist. Einnig gerum við kröfu það að raftæki sem eru valin inn á heimilið séu orkunýtnari heldur í hæsta orkunýtni flokki og svo einnig gerum við kröfu það að það sé úrgangsflokkunar aðstaða til staða. Viðamesti hluti krafana snýr svolítið að innivistinni og efnakröfunum og ef þetta tengist auðvitað svolítið þar sem að efnakröfur, efni og það sem við veljum inn í húsið okkar hefur auðvitað áhrif á innivistina en þar að auki fyrir innivistina þá skoðum við líka rakaforvarnir, rakavarnaplön sem auðvitað að koma upp aftur og aftur á Íslandi að við erum að lenda í rak- og mygluvandamálum. Og einnig loftræsting og góð loftskipti í húsinu mikilvæg. Einnig að skoða dagljós að þeir sem að nota bygginguna fái nægilegt dagljós. Efnavöruhlutinn sem kannski sú tenging við BYKO sem við höfum er mjög stór og getur verið tímafrekur. Við höfum kannski meira það frá Finni með fyrsta vistvænahúsið á eftir. Umhverfisstofnun þarf að samþykkja allt efni sem notað í bygginguna. Þannig að það í rauninni það þarf að fara þau efni sem eru leyfileg átómatískt eru þau umhverfisvottuðu efni sem eru til staðar en það auðvitað ekki hægt að votta hvað sem Svanurinn og aðrar umhverfisvottanir hafa þróað viðmið fyrir mismunandi vöruflokka og þau efni sem ekki hægt að fá umhverfisvottuð þá þurfum við að samþykkja þau sérstaklega inn. Og þá erum við að skoða atriði eins og hættusetningar og athuga hvort með staðfestingu frá framleiðanda hvort efnin innihaldi krabbameins og hormónraskandi efni og nanoefni formaldehýð sem líka krabbameinsvaldandi, PFC, kopar, bannaða hluta og margt fleira. Og fyrir þessu liggur einnig kandídatslisti ECHA sem það eru efnavara í rauninni bönnuð á Evrópska efnahagssvæðinu og svo erum við líka með ECHA-lista af efnum sem eru mögulega skaðleg en ekki búið að banna. Þannig að Svanurinn tekur kannski gengur einu skrefi lengra heldur en Evrópusambandið og bannar þau efni líka. Þannig að það þarf að liggja fyrir staðfestingar á því. Og svo fyrir viðinn þá krafist FSC eða PFC vottana þetta timbrið sig úr sjálfbærum skógum og það mjög rík áhersla á að velja vottaðar vörur. Þannig að það mjög mikilvægt að vanda valið og við þurfum að hafa það í huga að allar þær vörur sem að koma inn í húsið okkar losa frá sér einhver efni þannig að það skiptir mjög miklu máli að vanda vel hvað við erum að koma inn á heimilin okkar. Og ekki hika við að spyrja starfsfólk og verið gagnrýnin af því að sölumenn með fullri virðingu fyrir þeim eru oft svolítið duglegir kannski að predika eitthvað sem að framleiðendur eru búin að segja þeim. Þannig að það að gera að reyna að spyrja og komast til botns í því hvað vörurnar sem við erum að kaupa og koma inn á heimilin okkar innihalda. Og auðveldasta leiðin til þess að enginn þurfa að vera sérfræðingur það að leita að þessum vottunum, leita að svaninum eða blóminu eða englunum. Og það hægt að fá fleiri, upplýsingar fleiri merki inn á heimasíðu Umhverfisstofnunar og svanurinn.is.
Og ég vil bara kannski enda á að hrósa Byko sérstaklega fyrir að stíga þetta skref og merkja vörurnar sínar sérstaklega í verslunni og einmitt auðvelda þá neytandanum að þurfa ekki að leita að þessum lógum á vörunum sjálfum heldur svona, já, stendur þetta kannski meira út í hillunum. Já, takk fyrir.